leggjum saman brotin hálfur pluss 1/3 og það fyrsta sem þú tekur eftir hér að það ekki sami nefnari, sem 2 og 3 og það gengur ekki að vinna með það svona, þannig að þú þarft að finna samnefnara, þar að segja lægstu tölu sem gengur bæði upp í 2 og 3, sem finna samnefnara og nota margföldunartöflu til að hjálpa þér með það. Og lægsta talan sem gengur upp í tölunar 2 og 3 talan 6, þannig að þú í raun og veru skrifar það, ágætt að skrifa hana hjá sig þegar ég búin að finna samnefnaran og síðan í rauninni þá tökum við bara brotin hér aftur, hálfur pluss 1/3 og sem næsta skref eftir að búin að finna samnefnaran 6 að þá þarft þú að fara að, sem við kallum að lengja brotin og þá byrjar ég hérna að hugsa með töluna 2 í fyrra brotinu, tvisvar sinnum hvað 6, sem þessi 6 hér sem við fundum að vera samnefnarinn, sem tvisvar sinnum 3 6 og fyrst að þú margfaldar eða lengir hér með 3 niður í nefnarnu þá verður að gera slíkt hið sama í teljaranum fyrir ofan strik með sömu tölu, lengi þar leiðandi með 3 uppi líka í teljara og síðan ferðu hér í hitt brotið, sem það sem nefnarinn 3 og þú hugsar alveg það sama, 3 sinnum hvað 6, 3 sinnum hvað 6, það segja 3 sinnum 2 6 og fyrst að við lengjum með 2 niður í nefnara þá gerur það sama í teljara uppi og þetta gerir það að verkum hér núna að þú ert komin vel á veg með þetta og nú ertu búin að finna út að nefnarinn, samnefnarinn 6, þannig að þú getur skrifa hann bara þarna niður og svo byrjar að horfa hér fyrir ofan strik í teljaranum og hugsa þar að leiðandi 1 sinni 3 3 pluss, þessi pluss bara hérna, lest hann detta niður og síðan 1 sinni 2 hér í teljaranum í hinu brotinu, 1 sinni 2 2, þannig að svo gengur frá svarinu, 6 þessi 6 hér sem við fundum að veri samnefnarinn í dæminu og síðan bara 3 pluss 2 hér fyrir ofan strik, 3 pluss 2 5, þannig að loka svari hér í þessu dæmi 5/7 eftir að búin að finna hér samnefnaran sem var 6 og lengja hér, þannig að þetta samnefnarinn 6 og margfalda líka eða lengi uppi í teljaranum og í lokin færðu út brotið 5/7.